Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Ég er ofsalega þakklátt öllum þeim sem hafa smellt á subscribe hjá mér og væri mjög þakklátt fyrir að fá fleiri til þess að gera slíkt þið sama eða smetla á like þegar þeir eru búin að horfa á þáttinn því að hvert like og hvert subscribe eða hver áskrift skiptir máli. En gestur minn í dag er hún Kristín Guðmundsdóttir. Hún hefur verið að skrifa bækur. Velkomin í þáttinn, Kristín. Takk fyrir. Takk. Segðu mér aðeins, eða kynntu þig aðeins fyrir hlustendum. Já, ég kemur úr Mosfellsbænum og ólst þar upp og ég er matartæknir að mennt og það er svona eiginlega kokkur sem að eldar fyrir veikt fólk og svona sér fæði bara Já, já, sem já. er mjög áhugavert og og svo ákvað ég að halda fram og kláraði stúdentinn og fór í nýja tölvu- og viðskiptaskólann og náði að skipta starfsfræðing á vitleysis árunum svo kölluðu og fór að vinna á skrifstofu Ok, hvað kallast vitleysist árin? 2008. Já, já, ok, já, já. Já, Já, og já. og hef verið að vinna á skrifstofum svona síðan þá og hef haft gaman að. Já, en hvað kom til við kynnumst í gegnum það að ég fyrir að lesa þessa bók sem heitir Leitin að orðum. Já, Það sem að hún er í rauninni ætluð fyrir útlendinga sem að búa hér á Íslandi. já, og eru búin sko með þriðja stig eða ofar í íslensku kennslu. Já, þannig að fólk þarf að vera búið með þriðja stig, sko. Já, Já, helst sko, já, þá getur það skilið meira hvað er að lesa. já, sjálfsögðu. Ég er nú reyndar bara búið með annars stig í spænsku en ég þykist þér að lesa en ég Já, skil ekki mikið. Skil ekki já. allt, en allavega. Mhm. En hvaðan fékkstu hugmynd að þessum bókum? Já, sko, vinkona mín sem kom til landsins 95 og við kynntumst 98, benti mér á þetta 2014 eitthvað svoleiðis. Frá 2008 hafi værið að skrifa og það fór mitt auð og ímyndunarafl á stað. Og ég kom með nýja skáldsögu núna Flott. af ýmsu tagi. Og og hún benti mér á að það vantaði að vera bækur, sko, fyrir fólk sem vildi kannski efla sig í íslenskunni aðeins meira. Og og við fórum að stað og bara endum með nokkrar sögur og í hverju bók eru 12 stuttar sögur af ýmsu tagi og Já, sögurnar eins og er smáfuglana og nú sjómannasaga og norðurljósin og alls konar bara ýmislegt. já, ég er í þessari bók er ég sem er lærum að leitin að orðum, þar er eldhúsborðið og þar er ferming og fermingarveisla Einmitt, einmitt. og svo er náttúrulega orðaskýringar þannig að hvert Já, orð er merkt þannig að já, eins og hún, vorkennir það finnur til með og ljótt, það er ekki fríður, ófagur, ófríður já. og gera sér til, þurrka sér og klæða sig. Hún benti mér á sko, að hvaða efni ég skildi taka og hvað hún skildi ekki í íslensku Já, samfélagi og svona. já, Og ég skrifa söguna og sendi til hennar og hún sendi mér tilbaka og benti mér á hvaða orð sem þarf að útskýra. Það ég vant, skil. það vantar svolítið í íslensku bókum að útskýra hvað fólk er að lesa Já, og skilja það betur. Hún já, segir sko hafa lært meira íslensku bara að lesa bækurnar sko og handritin sem ég sendi henni. já, ég skil. Það er hvað ég var að segja? Það eru þessi fjölheiti hjá okkur eða eitthvað, viðkomustaður. Já, Já, og beygingar staður sem að stoppa þér á leiðinni annað. Já, já, og rúta og allt, blaðaljósmyndari og hvað þetta sem er er. mjög frábært. Ég Já, búin að lesa nokkra sögur í þessari bók en, og bara athyglisvert hvernig þú setur þetta fram að því að þetta er náttúrulega fyrir fólk sem að vill læra aðeins já, meira íslensku. já. Og þá náttúrulega ef að fólk hefur verið hérna á Íslandi og fer svo aftur heim þá hefur það eitthvað til að rifja upp og læra kannski meira. Já, já,
já, Og já. svo líka náttúrulega íslensku unglingarnar og bönnum okkar sem að tala ensku stundum, það er gott að láta þau Nei, lesa það þetta. getur verið gott fyrir þau, já, 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 og fólk sem að býra ellendis hérna getur farið að reyðja sig upp íslenskuna og hjálpa krökkunum sínum með að auka orðaforðan. Þannig að, þú segir nokkuð. Ég já, þarf að kaupa svona fyrir svona dóttur mína já, og svona svona sem búa já, í Bandaríkjunum. Já, hérna líka til dæmis göngugarpar. já, einmitt. Það er hérna ýmislegt í. En hérna, hver er þeir að gefa út þessar bækur? Það er bara ég sjálf. Já, Hérna, mér finnst eiginlega að tælast þannig séð. Allir bókaútgefendur eru svolítið umsetnir. Þá já, ákvað ég bara að gera þetta svona og þá er veðrið aðeins ódýrara en að ég halda það niðri þannig að hann er svona, já. og þetta er ekki þykkar og mikla skáldsögur. Þykku Þetta er skáldsögur, svona, já. nei, Þetta er diktin á bókinni sem ég er með, sem ég já, fekk að láni hún er 87 blaðsjör já. og myndskreytt, hver myndskreytt er bókinu fyrir þig? Vinkona mín, hún er menntaður myndlistamæður. Hún vildi hafa það þannig, bara mér list mér um eitthvað. Það er hennar hugmynd. Að hafa þetta bara einfaldar myndir sem getur stuðst við tilvíðinu sinni. Ekki einhverja risa stóra myndir sem fólk bara segja, ok, það er ekki að lesa þetta, þá leggur það frá sér bókina. Það er Já, nei, svona þetta er megin hugmyndin. myndskreytt. Mm. Hérna er hann Halldór Bakari til dæmis, ef það er Já, mynd og baka fyrir hérna, fólkið. það er, Vinsælst það í er varðanum hverfinu. já, og það er auðvelt að fara eftir þessu og fólk þarf þá ekki að fara inn í eins og Bakari og bara benda á. Já, einmitt. Já, En hvernig hefur þið gengið að nú hefur þú gefur þetta út sjálf og það er já. ekki í bókabúðum, hvernig kemur þeim að marka til þeirra sem að lesa ekki íslensku eða þurfa að læra að lesa meiri íslensku? Ég lýsi á samfélagsmiðlum og ég sendi e-mail á hinn á þessa staði. Það eru nokkur fyrirtæki sem hafa keypt af mér bara fyrir sína síst starfsfólk. Já, er það? Já, 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 það er alltaf, það hefur verið bestu viðskiptavinni hjá mér og það eru skólarnir líka sem hafa já, keypt af mér og framhaldsskólar, grunnskólar og leikskólar. já, Það er mikið af erlendu fólki á leikskólanum já, það er og mikið af starfsfólki já, 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 vegna þess að ég man eftir að svona dóttir mín sagði, æ, það er einn sem að hún, hún, hún kann ekki svona, hún talar svona bara eins og við, hún kann ekki íslensku. já, já, stundum er það þannig og það er Já, náttúrulega fristihús og talmennafræðingar hafa keypt af mér já, og bara út um allt sko, það er já, háskólar og frábært. já, já, Ertu með bókina til sölu í hvað heitir það? Bóksölu stúdenta? nei, hún er ekki þar. Nei? Allar bóka búðir, þeir setja svo mikið skatt á, hún verður úr dýr. Þannig að Já, það, ég það skil. held ég forðast. Já, þetta eru prentan á Íslandi. Já, já, hljóta. Já, nú er ekki átti til lengur. Já, prent með dotti. Já, prent með dati. Já, 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 þeir já, hafa staðið sér vel í því. já. Hérna, þegar þú ert að selja þér svona, þegar þú þarfst að vera að dreifa þeim sjálf, ertu Já. þá bara að ringir þá eða sendir tölvupósta á fyrirtæki og bendir Ég á? sendi tölvupósta og sendi líka svona sýnishorn á bókinni þannig að það geta aðeins svona séð hvað ber að vænta og svona. Já, 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 Og ég hef farið í bókakynningar allt land líka við. já, Það vantar Austfirðina reyndar og Vestmannaeyjar. já, Fór núna síðast á Höfn í Hornafirði. Það er kona með búð sem opnaði búð þar sem er mjög sniðug. Fólk getur komið þar og kynnt sínar vörur. já, já, frábært. Já, Já, þannig svona hálfgerð smiðja eða eitthvað svoleiðis. já það er meira búð. Það er alls konar til þar hjá henni. Já, Þetta er já, rosalega sniðugt þar. mhm, frábært. Þú ert mjög dugleg. Þetta er nefnilega töff vinna að koma því sem að maður er að skrifa á framfæri.
Já, það er mikil vinna, en það er Getur- mjög gefandi þegar maður fær tölvupóst og fólk er að hrósa manni fyrir góða vinnu Já, og góða bækur. Ég sendi núna síðast til Portland í Bandaríkjunum, það var strákur sem var þar að endilega kaupa mér og hann sendi mér tilbaka og þakkaði mér bara fyrir. já, frábært. Og Ég sé þú ert búin að skrifa hérna bækur Nýjar slóðir 2020, Óvænt ferðalag 2021, Leiðin að nýjum heimi 2022, Birtir af degi 2023 og 12 lyklar 2024. já, ég hef búin að gefa út allar þessar bækur. En þú hefur bara sama formatið á. Þú skrifar Já, stutta sögu já, með svona einföldum atriðum í sem að skipta máli. já. Ég ætla upp að Halldóri Bakara þegar ég opna bókina. Já, sumt næja er íslenska siði og svona eins og fermingavíslur eða skata, ég skrifaði eins og skutu, það var eitthvað sem að þessi tók bara skutu heima á sér og það var óbúslega lykt, þannig að ég segi frá því, þetta er svona hvenær skatan borðið helst. Já, já, það er ágætt að Og, hafa það með það því að það er já, ekki, eða við gerum það ekki í dag að borða allt árið. Hún fékkst bara ákveðin, eða þegar ég var krakki að fékkst hún bara ákveðin tíma ár, sko. já. Svo eins og talaði ég gamla sveitarsíman og Já, reynda svona búið til sögur í kringu það, allir voru að hlusta hvað var að gerast og svona. já. Í hvað bók er það? Ég held að við minnir hún sé í næstu bóku eða það næstu. Ég er búin að fara svo mikið í gegnum þetta hjá mér að það svona Já, ég kemur. skil. Já, Mm. já. En fyrir þá sem að er að hlusta á okkur og hefði Já, áhuga á að kaupa bókinni þína, hvert eiga þeir snúa sér? það var bara samband í e-mailið mitt, bookskb20@gmail.com eða bara heimasína eða Facebook síðan minna, bækur fyrir fólk að nefndum uppruna. Já, 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 ok. ég er nú líka á LinkedIn og Instagram aðeins, Já, en ég er mest á Facebook. mest á Facebook. Og ertu að selja í gegnum Facebook síðuna? Ertu Já, að það, myndi já, fólks þar? já, þar líka. Ég hef búin Já, að setja auðlýsingar þar og eitthvað svona og fólk hefur sambandi mig gegnum bara gemilið hjá mér. já. Mm. Það er bara frábært. Hvað er bók í smíðum eða er það skáldsaga núna? Það er bókismíðum. Ég er alltaf að laga þær og finna góða sögur. Það er alltaf þannig. Það er ég á nóg efni fyrir næstu sko árin fyrir þessum hérna. Ég er að spáði núna þegar að koma sumar, ertu þá nokkuð með tjald útilegu? Nei, ég ætti kannski að skrifa um það. Það er Það góð er að hugmynd. skrifa um það. Takk fyrir hugmyndina. Já, það Allir er að fara alveg tjaldutur nefnilegt á sumrin. að hafa upplýsingar um það og tjaldtælana og Já, sem til nefnir. þarf og tjaldstæði og hvernig allir eiga að bera sig að og svona, það er, Já, nefnir. ég held að það getur, Ef fólk á góður hugmyndir þá endilega senda á mig. já, Það er það er alltaf frábært. gaman að fá hugmyndir og Já, búa til eitthvað skemmtilega sögur fyrir því. já, það er einmitt, mitt eftir því bara út af því að það er, og svona útiháttíðir, Já, heiðu, næsta það dagskrá. Hvað það skrifaði næst? eru útiháttíðir í minnskona sem að fólk fer á þann Já, já, að hérna, og það er ímest orðafar sem er kannski notað þar sem er ekki notað dagstælega eða ýmsa skýringar já, einmitt, einmitt. og hérna svona sértæk orða því það er alltaf erfitt þegar þú lærir, kemur inn og lærir fullorðin tungumál og hefur ekki alist upp í því þá lærir ekki svona orðatiltök og annað Nei, þetta sem að þú lærir þegar þú elst upp með tungumálinu. já, varðeldur og svona. Já, 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 jú, þarna kemur allavega alltaf þegar ég horf á sjónvarpið þá stundum skrifaði niður eða eitthvað. já, hann færði hugmyndir. Já, 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 Það er um að gera að fá hugmyndirna, þær eru það sem skiptir máli í þessu öllu. einmitt, einmitt, Það er það er bara, mjög gaman. já. Heyrðu, ég bara sitt netfangið hérna fyrir net Já, já, og þannig að fólk getur haft samband við þig já, já. og hérna og ég óskaði bara góðs gengis með næstu bók með tjaldferðalagi og útihátíð Já, það var eða gott. hverja öðru sem þið dettur í en mér datt þetta bara í huga því að það er að koma sumar Já, og það einmitt. er það sem að flestir fara á Já. þannig að hérna, ég segi bara takk kærlega fyrir komuna Takk fyrir mig, takk fyrir að bjóða ég mér. vænti þess að einhverjir
útlendingar sjá þetta og svo náttúrulega bara deilur þættinum á síðunniðinni þegar að ég er búin að byrta Já, endilega, ég gera það. og frábært. Ég sé bara takk fyrir að horfa og hlusta og sendi bara kærleik og ljós. Sjá, ætlum að hérna.